Það sem við ætlum að gera núna að draga í og þá notum við svona ídráttarfjöður. Það nú svona til ýmiss konar ídráttarfjöðurir. Algengast að nota bara þessa sem svona úr plasti. Það til úr stáli og eitt annað. Og fíber. Ýmsa fjöðurir sem er betra að nota kannski við erfiðar aðstæður en ef allt eðlilegt þá bara nota maður þessa. Það eru ekki allar með gati á báðum endanum til að festa í eins og þessi. En þessi það, þannig að það getur svo snúin í báða vegu. Og í skólanum þá erum við búin að klippa fjöðurina niður í eitthvað svona stutta búta því við þurfum ekki að nota fulla lengt. Þetta 10 metra fjöður sem stysta sem hægt að fá. Svo það til 20 metra, 25 metra og svo framvegis. Maður geymir alltaf fjöðurina svona að þeim hættir svo til að flækjast þegar maður ekki að nota það. Þá geymir maður setur svona rammasýr bara hérna utanum. Geymir alltaf þennan part sem maður ekki að nota. Og það sem við ætlum að gera núna bara að bara byrja okkur einföldu. Og sting bara fjöðurinni hérna inn. Og kemur hér út. Og nú við höfum 2 möguleika. Annar möguleikin sá að vera búin að mæla hvað við ætlum að nota langan vír. Og það myndum við náttúrulega bara gera með ábandi eða eitthvað. Eða stundum nota maður þá aðferð þegar maður þarf á að halda að maður merkir bara á fjöðurina sem að ég ætla að hafa vírinn svona langan, ég ætla að ná hingað, set teip hérna á fjöðurina eða eitthvað. Reif svo fjöðurina úr. Og mæli bara. Ég verð alltaf að bæta einhverju cirka svona við. Vegna þess að, sjáu þið, þetta hingað og ég þarf þá að bæta einhverju cirka svona við. Og svo ég ætla að nota bláan, brúnan og gulgrænan hérna. Þetta eru bara 3 amigos hérna. Það er svo. Svo þarf ég að afina okkur svolítið langt. Svona. Það skiptir svo sem engum máli líka átt að drefa stundum með þú sem auðveldar að draga í aðra áttina. Það er oft erfitt að komast hérna í gegnum töflunippilinn hérna, töflustúdinn. Þannig að sem með svolítið galli við þá. Og ég verð á þessu áttina. Svo hengi ég vírinn svona á. Ég gerir bara svona og er tilbúinn. Ef ég að fara að draga eitthvað langt og erfitt, þá sný ég svona vel upp á og klippi. Ég verður vissum að það fari ekki af. Og ef þetta er eitthvað alveg sérstaklega erfitt, þá þarf ég að teipa hérna líka vel og vandlega. Og það er alltaf góð hugmynd þegar maður er að draga í húsum að vera með svona sleipiefni fyrir vírinn. En þetta er ekkert mál. Stutt að svo alltaf þegar maður kemur hérna, það rekst alltaf í því. Kirkjum maður bara svona í. Vírinn flýgur í gegn. Svona. Fæslega lengt hérna komið. Klippi ég bara hér. Klippi vírinn hérna úr festingunni. Þessi hérna á líka að vera með vírum.
minnstakosti. Það góð þumalputtaregla. Það verður ekki stuttur. Núna það reyndar þannig að þessi brúni hann á sko að fara sko að minnstakosti hingað. Þannig að þannig að svona til að hann verða aldrei notaður hérna í þessari dós. Þannig að spurningin sko, vil ég ekki bara klára þetta dæmi hérna. Þessir verða notaðir hér. Það ekki lengra. Bæta við hérna. Það má hafa. Ég með nokkra liti hérna. Segja bara appelsínugulan hérna. Gegn hérna. Þetta fara alltaf leiðina að koma hér út. Svona. Niður í ljósið. Það átti að vera hlauparar hérna á milli. Nú ætlum ég að hafa þessar tvo víra hérna í sama lit af því að bara hlauparar þeir skiptir ekki máli hvor hvað. Við höfum smá lykki á þessum brúna hérna svo sett að komast í hann ef það þarf setna. Þessi munu fara bara hér. Í þessu röri eru 7 vírar. Við þurfum hérna fyrir krossrófan 4 víra. Það eru 2 og 2 hlauparar og ég hef ákveðið að hafa þá 2 hvíta og 2 gráa hjá mér. Þið megi nota hvaða lit sem Ég geti notað 2 rauða, 2 fjólubláa, 2 gula eða eitthvað skiptir ekki máli. Og svo ég með 1 liti viðbót, ég hef aldrei að setja fjólubláan eitthvað. En þetta byggist þá bara að því hvaða víra ég átti til. Það fer svolítið eftir því líka. Síðan verðum við að hafa bláan og gulgrænan. Og við sleppum þessum brúna því að hann ekkert notaður. En ef ég væri að draga þetta heima hjá mér, þá myndi ég hafa þennan brúna með sérstaklega í dag, þar sem að það orðið svo algengt að maður setur alls konar svona nútíma
dót eitthvað í þessar dósir og sem að þarf þá að hafa fastan straum. Það þarf að hafa brúnan og bláan og jörðin náttúrulega alltaf dregin í. Þegar að vírarnir eru svona margir þá kemur upp smá vandamál. Gatið hérna í fjöðrunni bara ekki nógu stórt fyrir alla vírana. Og þá eigum við náttúrulega til smá trix til að redda því. Finnum okkur bara okkur búta vír. Þræðum hann í því. Búum bara til svona stærri lykkju hérna til þess að sauma þetta hérna í gegn okkur sinnum. Svona 3-4 sinnum. Hér þessi lykkja sem ég bjó til. Klemmum hana bara saman og svo mundi ég nú venjulega teipa þetta vel og vandlega. Ég vil snúa þeim hérna utanum og festa við það mjög erfitt. Og sjálfsögðu muna eftir sleipefninu ef það stefnir í þetta sé eitthvað erfitt. Draga þetta í. Þetta ekkert mál hérna, þetta nú bara stutt og auðvelt. Ég ætla bara að kippa þetta í. Síðan ætla ég bara að fiska þessa víra hérna út úr sem að koma hér. Sem jörðin. Millilínan og núllið að bláa vírin. Í þessu röri hér eru 5 vírar. Það blár, gulgrænn og einhver litur hérna. Ég með rauðan fyrir ljósið. Brúni fer hingað niður og einhver litur ég með gráan tilbaka, alveg hingað. Þetta til þess að stýra púlsrófanum. Það kemur púlsrófi hérna í töfluna, aftur að bæta honum við og hann á að kveikja á þessu ljósi. Við vitum ekki ennþá hvað kemur í þessa hérna dós. Það eru 3 möguleikar á því hvernig það verður gert. Og það ræðst bara af því hvaða stigabiðrófa þið eru með. Þannig ég ætla ekki að draga í það. Þá var ídrátturinn kominn.